göngu sína. Já, þennan sprengi daginn. Sveppi Krull mættur í stúdíu og verður velkominn. Þakka kærlega fyrir maður. Hvernig er stemmingin hann að hinum megin? Stemmingin er rosaleg hérna megin. Hvernig er hún hjá þér, drengur? Hún er góð. Það ekki? Jú, komið með headphoneana. Já. Búin að rífa mikrofóninu upp af munninum. Já. Og þannig líður okkur best. Já, og þannig verður að næstu 2 tímana. Í þvílíkri stemmingu. Það er alltaf gerast. Ég ætla að byrja á því að óska til hamingju með edduna hérna. Já, þakka þér fyrir maður. Er það ekki svona við hæfi? Jó, tókum þetta barnaefni. Barnaefni ásins. Já, það var yndislegt. Já, tapaðir í fyrra fyrir stundin okkar. Já. En mætti núna brjálaður. Já. Ég það er nett Múkisson lukkaður og þetta var svona í fyrsta sinn sem að fólk fekk að sjá það. Já. Það var sérstaklega minnst á það í fréttablaðinu og væri alls geggjaður. Já, þetta er aldrei gaman að prófa þetta sko. Já, en á ekkert að fara að shave. Jú, sko, ég ætla að raka mig í upphafi árs. Já. Út af því að þá ætlum við að fara að taka upp barnaefnið fyrir stöðu 2. Akkurat. Og því var frestað. Það er svolítið þín deild, barnaefnið. Já, svolítið það. Ég er allir í barnunum. Já, barnastjarnan. Já. Og ég ákvað bara að safna skeggi þangað til við förum í tökur og við erum að fara í tökur á mánudaginn næsta. Nú, þannig að þetta er bara síðasta vikana sem að þú lítur út eins og Múkisson. Já. Þú ert svona eins og mini-me fyrir Múkisson. Já. Þið væri flotti saman núna félagarnir. Já, það er eiginlega alveg. Ef ég líkist einhverjum, þá er ég alltaf mini-me á honum. Já, Múkisson. Já, það er líka, ég meina, þetta er svolítið pínu að vera maður ásinslúkið. Já. Þú veist, svona krútlegu með skegg og eitthvað. Já, sko, þetta sýnir bara það, ég þori. Já, hvað, þorir að vera með skegg? Já. Hvað til hamingju. Þorir þú því? Að vera með skegg, ég er oft með skegg. Ég er alveg með ágætið skegg núna með þessa. Já, myndur þú þoraði með svona mikið eins og ég? Þetta er ekki spurning um að þora sverið, þetta er meira um að, veist, ég klæja svo af þessu og ég var bara erfitt með að safna svona miklu skeggi. Þá var ég alltaf að klóra mér og bara líður illa. Á mann ekki að líða vel í skinninu það. Nákvæmlega. Já, en talandi um að líða vel og þá ætlum við að reyna að fá ykkur til þess að líða vel næstu 2 tímana. Við erum með, hrikalega skemmtilegan þátt hérna við Sveppi á þessum sprengidegi. Við erum með, nýtt eftir sem ég nú pínur hrættu við Sveppi að vera alveg hreinskilinn og ég vona hann sé nú ekki að hlusta núna þessi maður. En við ætlum að prófa hérna í fyrsta sinn það sem við köllum leiðilega viðtali. Já, við ætlum að fá Nobody í set og ræða við hann það sem hann er að gera. Þetta er ekki Balti, þetta er ekki Ásdís Rán, þetta er ekki einhver frægur sem er að gera eitthvað. Þetta verður bara við talum við venjulegan mann. Það verður bara ein stutt innkoma. En þessi Ásgrímur, heitir hann það ekki? Já, held að. Veit hann að þetta heitir leiðilega viðtalið hjá okkur? Nei, hann veit að við erum að tala bara við sótsvartan almúgan. Sótsvartan almúgan. Ok, herðu, svo ætlum við að heyra í einu ömmu minni. Við hringdum í hana fyrir dag við Sveppi. Svo eins og alltaf á þriðjudögum og þá gerum við eitthvað nýtt og svo ætlum við líka að hringja á hóteli Bandaríkjunum og keppa í, við ætlum að panta herbyggi með söng ásamt því að heyra í Apple umbáðinu því að vissur það. Það er frétt núna sem var hérna að koma frá Bandaríkjunum að þeir eru búin að lofa betri aðstöðu núna í Kína fyrir þá sem er að búa til iPada og síman og allt þetta. Já, ok, já. Þannig að það er vel við hæfi fyrir okkur að hringja í Apple í dag. Já. En hvernig hefur það þennan sprengidaginn? Já, góður. Ertu með saltkjöt og baunir í kvöldið eða? Ég er að fara til mömmu og í mat, sko. Saltkjöt, já. Og færið þér saltkjöt og baunir? Já, mér finnst það ógeðslega gott. Ég hef ekki fengið það bara núna í langan tíma, sko. Já, ég fæ mér ekki baunir. Nei. Ég fæ mér ekki þess að baunasúpuna, sko. Nei, bara saltkjöt. Ég fæ mér saltkjöt og uppstúf. Já, ok. Persónulega finnst þetta ekkert voðalega gott, sko. Ef ég á að sprengja með einhverju þá tek ég pizzuna, sko. Já, ég veit það. Já. Ætti ég kannski að sprengja með pizza bara í kvöld? Reyna að borða eina 16 tómmu. Akkur fer ekki bara í múlakaffi og fer þess að almennilegt saltkjöt og ert bara vennilegur, skil. Ekki vera heima hjá þér bara í United stöpu sem bara, það er góð pizza. Hvað, ég setja frekar einn á múlakaffi í úlpunni minni bara á... Hvað, ég sattuð maður í úlpunni inn á múli, já. Það væri upplifun. Já, reyndar. Ég gæti nú kannski reynd að draga eitthvað með mér þarna að geta. Sverri Bergmann. Já, Sverri Bergmann bara í sprengidaginn. Hvað söng hann á föstudaginn? Síðasta föstudag. Já, það var geðvægt. Já, Don't Cry með Guns N' Roses. Don't Cry for Me í Argentína. Já, akkurat. Og talandi það ætla ég ætla að spila fyrir hérna eftir þegar hann tók fyrir þér Stones. Já. Spila það hérna eftir því að þú vilt svona aðeins hafa puttana í tónlistinni. Já, ég vil hafa þetta rólegt, bara notalegt. Já, en við ætlum samt að byrja þetta kannski, jú, þetta er alveg rólegt og notalegt. Við ætlum að byrja þetta á lagi sem á vel við okkur Sverrir, það heitir Young, Wild and Free. Já, það er við. Og það er með Snoop Dogg. Snoop Dogg in the House of Love. Haut og Sveppi með eitthvað til 6 í dag, FN 95 blöð og strákandir er í feeling. Já. Þetta er flott lag. Já. Það er komið að slúðri dagsins. Sverrir, ertu tilbúinn? Ég er til. Er þetta eitthvað að viti? Já, þetta er allt í lagi. Okay. Þekkirðu leikarann Ryan Gosling?
Já, hann lék í Drive. Já. Sjúklega góður. Já, ég held að þetta sé svona aðalspaðin í dag, sko. Já. Nefnir á reynskilin. Ég ruggla honum oft saman við gæjan sem að lék á móti Gísla Erni hvað heitir hann? Já, Jake Gyllenhaal. Já. Ryan Gosling er nú samt aðeins svalar, held ég. Og já, hann var að viðurkenna núna að áður hann sló í gegn sem... Halló? Voðalega bergmálar í mér. En já, hann var að viðurkenna að áður hann sló í gegn sem leikari, að þá las hann mikið af svona bókum. Svona höslbókum til þess að reyna að hösla konur. Til að vita hvernig hann ætti að haga sér í kringum konur. Svona sjálfshjálpar bækur fyrir einstæða menn. Já, svona pínu þannig. Og já, hann sagði að hann hefði getað nýtt þessa bækur sem hann búin að lesa fyrir hlutverki sitt í Crazy Stupid Love, sem er svona mynd þar sem hann léka með svona einhvern kvennabossa, sko. Ok. Ég fór svona bæli, er eitthvað margar svona bækur eða? Svona sjálfshjálpar? Já. Ég veit ekki, ef þú ert alveg út á þekju þá kannski hjálpar þetta eitthvað smá, sko. Já, samt ef þú ert alveg út á þekju og ert að fara að spila þig sem eitthvað svona geðaukan spaða, því að þessar bækur ganga allt út á það, skilur þú að bara sýndu ákveðni og... Já, ekki tala bara sjálfan þig. Já, og svona... Horfðu í augun á henni. Það er allt svona einhver nettu viðbjóður, sko. Held í glasið hennar fyrst og bla bla bla, eitthvað svona, skilur. Já, þannig að ég veit ekki hvort þetta myndi virka. Svo eins og hann segir, þetta virki fyrir sig. Allar þessar bækur eru bara svona common sense. Já, en þetta virkar þetta líka fyrir hann, af því að hann lítur út eins og $1 million, sko. Já. Þannig að það er alveg samátt að hann myndi bara fara að ræða tyggjó og sleikjó og eitthvað, það var allir til að tala við hann, sko. Já. Þannig að þetta kannski myndi ekki alveg virka fyrir... Nei, ekki alveg, jóa, á bólnum, sko. Nei, nákvæmlega, þannig að þetta oft hættulegt. En herðu, ég með meira slúðrandar, næsta slúður af Jennifer Aniston. Já, ég elska hana, maður. Já, þú ert mikill aðdáandi hennar. Já. Hún var að leika í myndum daginn þar sem hún beraði á sig brjóstinn. En hefur núna beðið, framleiðendur myndarinnar að taka atriði út og gera hún það fyrir kærasta sinn. Helst ekki að þetta atriði verið sýnt. Já, þetta eitthvað, ég veit ekki hvort að kærastinn hennar svona viðkvæmið fyrir þessu eitthvað, mér finnst þetta voðalega steikt. Já. Er þetta ekki bara svona hluti af, hvað segir maður, listinni? Nú ert þú svona listamaður, Sverrir. Hvað viltu meina? Já, ef þetta sko á heima í myndinni, skilu, ef þetta réttlæti það. Já. Þá finnst mér bara allt í lagi, hún sína sér brjóstin, sko. Já. Af því að mér finnst ógeðslega aðstæðandi, í mörgum bíómyndum, þá er kannski par sem er nýbúið að sofa saman, svo vaknar á daginn eftir, bæði bara í bólum. Konan er bara í einhverjum, veist, það er aldrei þannig. Nei, það hefur aldrei gestið þér og vaknar bara í bólnum. Nei. Hvernig sefur þetta? Nakin, krull? Nei, nú ég bara í nærbuxum, sko. Ok, einhverju spes? Ég á svona Stones nærbuxum sem ég keypti í Dressmann. Svo sefur alltaf í? 7 í pakka, en ég veist, það er bara nærbuxurnar mína, sko, sem ég er í núna til dæmis. Já. Það eru Stones nærbuxur. Ertu í Stones nærbuxur núna? Ég held að já. Já, ok. Svo er það síðasta slúrið sem að mér fannst svona, áhugaverðast, eða samt áhugaverðast, þetta er eitthvað svo rangt, eins og áður hefur komið fram og þá labbaði Bobby Brown út úr jarðarförinni af því að vinir hans eða antorðasi hans fengu ekki sæti á fremsta bekk, hann mætti með eitthvað 20 manns með sér og örugglega í annarlegu ástandi en núna hefur það eins og var það að koma fram að hann hélt svo tónleika nokkrum klukkutímum eftir jarðarförina og voru menn svona að spyrja hvort að það væri ekki, svolítið steikt að nýbúa að grafa jarðavitni í Houston og hann heldur tónleika kvöldið eftir að hafa labbað út á jarðarförinni. Voru þau skilin? Já, þau skildu árið 2007. Já, ok. En það sem að kannski svona er mest fréttnæmt í þessu öllu saman er Bobby Brown ennþá að halda tónleika. Já. Og hver mætir á það? Hver fyrir að sjá Bobby Brown? Já, þetta er aldrei, ég veit ekki. Ég vissi ekki einu sinni að hann væri tónlistarmaður, sko. Já, veist, hann á nokkuð lög og þú veist, My name is Bobby Brown. Watch me now. Já, hann var náttúrulega alveg kúkurinn 85, sko. Já. En ég held að hann hafi ekki gefið út lag bara í 20 ár. Það er enda, sko, þú kemst upp með allt í Bandaríkjunum, sko. Já, þú nærð að lifa svolítið á, veist, ef ég og þú værum í Bandaríkjunum, þá væri við örugglega eftir svona 10 ár ennþá að blanda ógeðstrykkju einhvers staðar í New Jersey og fá fullta pening fyrir það. Já, og það myndi 20.000 manns mæta, sko. Já, þó að við værum gjörsamlega búin með allt niður okkur, sko. Já. Bara svona til að sjá því að mun eftir því. Já. Kanin það er enda rétt þér. Kanin lifir rosalega eins og Andrew Dice Clay er ennþá alveg að, veist... Já, bara með stand-up á einhverjum klubbum og fæði fullt af pening, sko. Já, það er enda góða punktur. Þetta er ekkert hægt á Íslandi. Nei, þá ertu bara búinn, þetta er svo lítið land. Það er allir brjálaðir, sko. Brjálaðir? Já, ef ég myndi blanda ógeðstrykkju, sko.
Hvað er ánum með hann? Fáið þig, hann er búið. Já, bara, þá fengir einmitt bara svona hættu þessu. Já, grow up. En í Bandaríkjunum, þá bara ferði í næsta fylki og blandar ógeðstrykk. Og fær fullt af pening. Já. Herðu, þetta var slúður dagsins. Sáttu við þetta? Þetta var ægið. Ég ánægði með Whitney Houston slúðri. Já, en ég líka með slúður hérna sem ég veit freka bara ræða hérna bara strax eftir þetta lag. Okay. Það er hérna Gretar vinnur okkar, Gretar Rapp Steinsson, fótboltamaður. Hann var að trúlast aftur og ég vill ekki blanda því inn í þennan slúðubakka. Ég vill freka taka eitt lag og svo ræðu það eins betur. Já, ég er til. Herru, við viljum að heyra núna Little Talks of Monsters and Men. You're gone away, I watched you disappear. Já, hér framöndan í FN95 blöð leiðilega viðtalið sem er nýtt askaralið hjá okkur Sveppa. Við ætlum að heyra í ömmu og svo gerum við eitthvað nýtt eins og alltaf á þriðjutum og fleira fasti liðir eins og venjulega. Það er nóg framöndan hérna hjá okkur strákunum en við vorum að koma úr slúðupakk dagsins ég rétt á hann. Það sem ég sparaði henn og svona eitt slúður, það sem að þetta er íslensk slúður. Og það er að lifölu hérna, það er að vinur okkar, Gretar Rapp Steinsson. Já, landsliðsmaður knattspyrnu. Landsliðsmaður knattspyrnu, sem þetta gaf ekki kost á sér daginn, en spurning hvort hann fari að gefa kost á sér aftur núna. Já, spila með Bolton. Já, spila með Bolton í Englandi. Hann er búinn að trúla á sig aftur. Já. Hann er yfir við gólan og sett upp hringana með Francescu Bamber, sem er ný kærastan hans og já, hún er bresk og já, þetta er víst, þessi stúlka kemur úr einhverja fótboltaætt því að hún er dóttir Dave Bamber sem lék sem framherji fyrir Liverpool, Stoke, Blackpool og Portsmouth árum áður. Já, hann er komið flottan tengdapappa þarna. Já, hann er komið eitthvað tengdapappa sem hann svona þekki til í knattspyrnu heiminum. Já. En já, maður hlýtur að spyrja sig. Liggur svona rosalega á. Já. Sko það er auðvitað bara, ég mun allt gott að blessa, ég veit að Manuela, hún er komið með nýjan strák og þau eru voða happy og gott að hann sé búin að finna ástina, skiljum við. Já, en kannski fullgróft að fara að trúla á sig kannski svona snöggt, sko. Já, þarf að negla upp hringunum bara 60 dögum eftir skilnaði. Já, það er rosa mikið af fólki sem að bara veður oft áfram í þetta, sko. Já, ég er farin að halda að Gretar Rapp, sko, sé að glíma við sama vandamál og Chubby Little Swessman, ég held að hann sé ástsjúkur. Ég held að hann bara get ekki verið einn. Já, verður bara að innsigla. Já, bara strax bara ég elska þig, verður með mér. Ég ætla bara Ég ætla að eignast börn með þér, ég ætla að vera allt ég dyrka þig. Þú ert mín, ég á þig. Það setja svarta skikki yfir andlituð þar, þá má enginn horfa framan í þig. Fylgjum til Indlands. Það kemur mér ekkert óvart þessi franska Bamber, hann sé bara komið með sko andlitið á henni yfir allt bakið á sér. Bara eins og dreka. Já, er hann búinn að, hann er náttúrulega með tattoo. Já, hann er vist fyrirhandi kærastunni sinni. Fyrirhandi konunni sinni. Konunni sinni, já. Og, nei, ég held að hann sé búinn að setja einhverja rós yfir það tattoo. Manuela. Já, bæði með nafnina, svo var hann með, sko, hann með mynda barnin hennar og henni held ég eitthvað svona, sko. Ég spurði hann einmitt út í þetta, hún með aðdunum með hún okkar. Já. Þá sagði hann bara þegar þú ert viss, þá ertu viss. Þannig að hann hafði engar áhyggjur að þessu þá, sko. Já. En svo, ég minna, kemur eitthvað upp á, eins og alltaf. Bara, ekki eins og alltaf, en eins og gengur og gerist. Já, en ég held það er nú mjög oft þannig, sko, þegar fólk er að standa svona skilnaði og allt í henni fer þetta í blöðin hérna heima, skilurðu. Já, sem er leiðilegt, sko. Sem er náttúrulega þess að við að fjallum þetta núna. Já, já, og við erum algjörði fáið að vera að því, en við ætlum samt að gera það. Að hérna, þó svo hann sé núna komin fast 60 dögum eftir erfiðan skilnað, þá er örugglega svona 2 ár síðan hann ákvað að skilja við hann eða eitthvað, sko. Nei, það þarf ekkert að vera. Fólk er í vandræðum og vandræðum og brosir og brosir og vandræðum og vandræðum og brosir og brosir. Svo allt í hennu kemur sprengjan í DFF og allir alveg, hvað kom fyrir? Það er ár síðan. Já, það þarf samt ekki að vera, sko. Þau náttúrulega giftu sig hérna aftur á Íslandi og eitthvað svona, sko, og við virkuðu alveg hamingjusöm. Þannig að það er, við skulum frekar bara leyfa þeim að svara því, Sverrir, hvort það hefur verið óhamingjusöm fyrr. Já, en sko. Það sem að mér finnst skrítið í þessu sem að nákvæmlega liggur svona rosalega að trúla á sig aftur, sko. Já, svo fyrir utan það, ég er nú bara að tala fyrir sjálf mig. Já. Ég myndi aldrei nenni að vera með útlenskri konu. Hvað, þú ert svo lélur enn, sko, það? Já, til dæmis. Ég myndi ekki nenna því. Nei, það er samt, sko, ég spurði mitt hérna í félagið minna þessum daginn hvort að hann gæti hugsað sér að eiga konu sem að væri af erlendu bækibrotin. Já, og eignast menni barn og svona. Og við vorum sammála því að það er svolítið skrítið, sko. Já, þetta er aldrei flókið. Já, eða bara, ekkert flókið, náttúrulega, þú ert ástfangin, þá ert ástfangin og allt gott með það. En eitthvað svona, bara, krakkinn kann þá bæði ensku og ísla, hvað er alltaf að búa og allt þetta rugl, sko. Já. Og líka alltaf bara, honey, do you want some sugar in the coffee? Hvað? Skilur þú? Alltaf að tala ensku við hana. Do you want sugar in the coffee? Honey. Nei, ég meina þú bara... Nei, þú ert alltaf bara, what do you want to do tonight? I was thinking to go into a theater or
Do you know Vesturport? En okkur talar eins og sé bara eins og sé eitthvað að þér. Þú getur alveg talað ensku við kærastuna en aðeins að vera, þú veist, bara do you want to... Nei, veist, maður væri svona að tala. Já, ég veit það. Þetta er pínu skrítið. Fyndist mér, sko. Svo hendar þetta öðru fólki. Já, þetta hendar honum. Hann er ástofanginn. Já. Hendar honum mjög vel. Já. En ég ætlaði svona, ég vona hann sleppi tattúuna þessu sinni. Já, hvað heitir hún? Francesca Bamber, held ég. Það þetta svolítið eitthvað svona skemmtilegt nafn. Francesca Bamber. Já. Hann ætti nú kannski að smyrja einu tattúi fyrir ofan rassinn á sér af nafninu hennar maður. Af Bambernum? Já. Já, ég meina það allavega, þú veist, ekki einhvers dag sem allir sjá allavega. Verstu með þetta eitthvað svona... Já, svo er líka alltaf bara skamsið þetta, FB. Já, og ég meina ef þau skilja þá bara, hvað, varst í FB? Já. Máltu? Já, góð ásökun. En þetta næsta lag er óskalag sérstaklega fyrir Sverrir Þór Sverrisson. Það er mitt nafnið hans Sverrir Bergman sem söng þetta í föstudagslæginu fyrir einhverjum 2-3 vikur síðan. Þetta er Rolling Stones lagið Wild Horses. Take it away, boy. Chubby Little Swessman. It's easy to do. The things that you wanted, well, I bought them for you. A graceless lady, you know who I am. You know I can't let you. Horses með Sverrir Bergman, föstudagslægið sem var hérna fyrir nokkru viku síðan sérstaklega spilað fyrir Sverrir Þór Sverrisson þá. Þetta er klikkan. Og aftur nú. Djöfull er þetta flott maður. Já, hann kann að syngja dragurinn. Yndislega. Það styttist í að við fáum hérna mannanafni hvað heitir hann? Ásgrímur hvað? Ásgrímur eitthvað. Það sem þetta er nýtt dagskrárliður sem ég nú býnu ræddu við og heitir Leiðilega viðtalið. Já. En það er sótsvartur almúinn. Já, það verður samt hressandi, svo ætlum við að heyra í ömmu og eitthvað eftir. En ég ætla að spyrja Sveppi áður fyrir mig í auglýsingar. Ég spurði Björn Bragi í gær, ég spurði inn á Twitter líka í gær. Þú mættir velja hvaða 3 sem er til að djamma með í heiminum. Já. Hvaða 3 eru fyrir valinu? Ég spyr þig núna. Djamma? Já, taka 1 bara og fengir að fara á 1 gott djam bara með einhverjum 3. Já, ég myndi alltaf taka Keith Richards. Já, ég sagði mitt við Björn Bragi í gær, það kemur ekki óvart að Keith Richards var aðna með þér. Já. Þið væri flotti saman. Það væri eitthvað. Hann er líka gæi sem hættir aldrei. Sjá þig og Keith Richards saman en austur eitthvað. Talaðu Kolbaran. Á flöskuborðið maður. Ok, Keith Richards. Hemmi Gunn. Já. Áður en hann hætti að drekka sko, þegar Hemmi Gunn drakk. Ok, Keith Richards, Hemmi Gunn og þetta er stefnin í fallegan hópjaður. Já. Og býttu einhver einni viðbót maður. Já. Einhver einni viðbót. Ég sagði Will Smith, George Clooney og Steven Tyler. Akkur George Clooney? Það ég held að hann sé bara hrikalega skemmtilegur. Veistu eitthvað til? Hefur lesið eitthvað? Af því að þú þekkir Keith? Já, ég hef búin að lesa ævisögun hans. Já. Og ég veit svona nokkurn veginn hvaða mann hann hefur að geyma. Þú þekkir bara George Clooney út frá einhverju bíómynd, sko. Þú veist ekkert hvernig manneskjan er, sko. Og viðtölum við hann. Hann virkar hefi nettugur. Ok, en hvað var 3 þinn? Svo típist þú maður. Will Smith, George Clooney, þú ert svo klikk. Hver er 3 hér? Hemmi Gunn, Keith Richards. Ég er að reyna að finna eitthvað svona álfur fyllibittur, sko. Hvað, kottu bara með eitthvað sem þú myndi vilja hafa með þér, þarna? Pappa. Já, pappi minn. Já, þannig að það verður þú, pappin, Hemmi og Keith Richards. Þannig að basically gætur hendir á þetta jam næstu helgi fyrir utan Keith. Tekur bara Sverrir Stormsker í stæðan fyrir Keith Richards. Já, ég var reynda til í hann, maður. Og þá verður bara komið með hópinn. Þetta er fallegt. Við fáum auglýsingar og svo er það, við talum hérna með Ásgrím sem að, hvað er þetta, grafískur hönnuður, hvað er þetta? Já, það er ekki. Viltu hafa áhrif á íslenska listan? Skráðu þig í FM Plus og taktu virkan þátt í valinu á vinsælustu lögum landsins. Íslenski listinn, alla laugardaga klukkan 4 á FM 957 og klukkan 5:30 á Stöð 2. Kynnir listans er Brynjar Már. Ekki missa af íslenska listanum á laugardaginn á Stöð 2 og FM 957.
Flugfélag Íslands kynnir. Þá loksins komið að því. Árleg skíðaferð FM 957 til Akureyrar verður farin helgina 3. til 4. mars. Nú endurtökum við enn einu sinni þessa ótrúlega vinsælu ferð FM 957 til Akureyrar. Við ætlum að fljúga norður laugardagsmorguninn 3. mars klukkan 10 og tilbaka aftur á sunnudeginum klukkan 19:40. Sem sagt, 2 heilir dagar í Hlíðarfjalli. Innifalið í þessari mögnuðu ferð flug norður, gisting á gistiheimili Akureyrar, helgarpassi í Hlíðarfjalli, rútuferðir, léttur matur og brjálað Finnlandiapartí á Pósthúsbarnum. Allur þessi pakki á aðeins 22,9. Alls ekki bíða. Skráðu þig strax hjá Hópadel Flugfélags Íslands í síma 570 30 75 milli 9 og 4. En það mjög takmarkaður fjöldi sæta í boði. Athugið, það 20 ára aldurstakmark í ferðina. Enda brjálað Finnlandiapartí á Pósthúsbarnum. Hlökkum til að sjá þig. Flugfélag Íslands og FM 957. Eitt SMS í 1917. Hraðpenningar.is. Viltu sjá leikinn í dag? Nú færðu viku áskrift að Stöð 2 Sport eða Stöð 2 Sport 2 hjá 10.11. 10.11, alltaf opið. Það megavika Dominos og í dag þriðjudag fylgir fyrstu 700 pönturum dagsins frítt súkkulaði gott. Já, Dominos 58 1 2 3 4 5. Já, PS, það fylgir náttúrulega frí hvítlauksólja öllum pöntunum í megaviku. Mið-Ísland á stóra sviðinu. Grínhópurinn Mið-Ísland hefur slegið í gegn með 2 klukkustunda skotheldri hlátur taugadaskrá í Þjóðleikhúsinu. Það hefur verið selt upp í rjáfur á fyrri kvöldum. Ég heiti Ari Eldjárn, er í uppvistasveitum Mið-Ísland. Aukasýningar á föstudaginn. 3. sæti. Miðasalan á leikhúsið.is. FM 95 Blö í boði. Lakkeró, ekki fyrir fótboltastráka. Nýtt hjá Kretia. Nú getur þú fengið lán í 15 eða 30 daga. Kretia, láttu það eftir þér. FM 95 Blö á FM 95. Looking at a winner, syngja Jamie Foxx og Justin Timberlake í þessu lagi. En hins vegar núna komið að 9. dagskrali hjá okkur sveppa sem heitir Leðilega viðtali. Þannig séð. Ja, bara viðtali. Kontur sæll, verður velkominn Ásgrímur. Byttu nú við, okkur heyrst ekki magniðinum. Afsaka þetta. Má sjá. Ásgrímur Birgisson kominn í settið og Auðun Blöndal að kveikja hérna á mikrofónunum. Ég hér. Þarna ertu. Kontur sæll, verður velkominn. Já, takk. Heyrðu, þú grafískur hönnur. Já. Búin að vera það lengi? Já, ég kláraði námið fyrir 6 árum. 6 árum síðan. Já, og mikið að gera. Já, mjög mikið. Hókina reynslu? Hókin, alveg. Það ekki? Jú. Já, þetta, kreppan hefur ekkert sett svona einhver svona strík í reikningin hjá grafískum hönnuðum? Jú, Þú voru að tala í mækinn? Já, það hefur minkað mikið. Þannig séð svona? Já. En nú veit ég að hlustendur að núti vilja bótið vita, hvar býrðu, Ásgrímur? Hvar áttu heima? Hvar býr kallinn í bænum? Bryggjukverfinu. Bryggjukverfinu? Já, hvernig er það? Það er bara fínt. Er það ekki? Jú. Gott, þannig. Og búin að vinna hérna, og ert að vinna núna ennþá sem grafískur hönnur? Já. Fjölskyldumaður? Áttu konu og börn? Já, konu. Konum, engin börn? Nei. Engin tími fyrir börn? Er það á stefnuskráni, Ásgrímur? Já. Svona þannig séð? Já, gaman þessu. Þannig að nóg að gera hjá Ásgrími? Já. Þannig séð, já. Það er nú ekki oft sem að við fengið grafískan hönnuð hérna í viðtal til okkar. Það er aldrei gerst. Nei. Og það verður spennandi að svo náttúrulega verður spennandi að fá að vita hver myndi koma næst, Já, ég sá fyrir mér eitthvað good shit pípara í næstu ykkur. Já, til dæmis. Já. Til dæmis, það er aldrei að vita. En Ásgrímur, það búið að vera virkilega gaman að hafa hérna. Hvað tekur við? Hvernig er kvöldið hér? Saltkjöt og bönir. Já, bara stöðtöðu ekki. Já. Sultuslagur. Herru, þetta var leiðilega viðtalið að þessu sinni. Við skulum fá hérna Drake með Ríðal og Drake Take Care. Takk fyrir komin, Ásgrímur.
Ekki mikið sem ég hefði við Ásgrímur að segja, Sverrir. Nei, já. Það var svona okkar 10 árum með því stektara sem ég tekið þátt í held ég. Þetta? Já. Þetta var frábært. Ég meina hvað, maðurinn kemur og svo strax farinn. Já, ég meina það. Hann líka vissi ekkert hvað hann var að gera þarna. Nei. Þetta var mér leiði illa, þetta var óþægilegt einhvern veginn. Já, bara alltaf gaman að spjalla hvað að frétta almúan. Já, bara eitthvað nýtt. Já. Við erum alltaf að prófa eitthvað. Talandi eitthvað nýtt og þá prófa eitthvað nýtt eins og alltaf á þriðjudögum hér á eftir. Við ætlum líka að heyra í hennu ömmu minni og það sem ég ætla að ræða við hana, hún keypti handa mér Playboy joggingalla á sínum tíma þegar ég var ungur gutti og ég fór í honum í skólan og allt var vitlaust í Bandaríkjunum. Já. Spurði hann aðeins út í þann galla og svona. Það var áhugavert að vita hvað ástæðu hún hefur haft fyrir því að kaupa hann galla. Nákvæmlega, og þetta er eitthvað sem ég velt fyrir mér núna í góðan tíma. En herði, ég ætla að segja þér Sveppi, ef við höldum svona aðeins áfram með slúðrið Íslendinga sem er að gera gott erlendis. Já. Við vorum að tala um Gretar Rafn áðan, hann er náttúrulega að spila með Bolton í úrvalsdeildinni sem er stórkostlegur árangur fyrir íþróttamann og er núna trúlofaður nýrri stúlku en hann er ekki svo eini sem er að gera það gott í útlöndum og ástfangin af einhverju erlendu bergibrótum. Því að hún Halla Vilhjálms, það er nú stelpa sem þú þekkir þegar hann leikið saman, hún birtist í blaðin The Guardian í síðustu viku þar sem hún var eina fyrirsætum hjá ljósmyndaranum Andy Barter og í myndaröðinu er hún að kissa kærasta sinn sem er breski leikarinn Duncan J.C. Mace. J.C. að rándist millina. Herru, já, þessi... Býtu, er hún hætt með Kristjáni Raða eða? Já, væntanlega, fyrst hún að kissa kærasta sin Duncan J.C. Mace, eða ekki Sverrir. Og hún allavega, þau eru að kissast þarna á einhverjari voða flottri mynd, en það sem er áhugavert við hennar gauð, sérðu, myndið þetta á hann, þetta er ekki smá fólið, sko. Sjóðandi heitt kvikindi. Já, herðu, og sko, þessi Duncan, hann er nú ekkert slór þegar kemur að bíómyndunum sem hann hefur leikið. Nú, ég hef aldrei heyrt þetta. Nei, ég held að hann er vist svona up and coming, sko. Svona einn rosa heitur á leiðinu upp, sko. Hann hefur samt leikið í myndum eins og Captain America, X-Men, First Class, Batman, The Dark Knight Rises, hann var í henni. Hvað gerði hann þar? Sópaði hann eftir tökur? Ég veit það ekki, en sérðu samt hennan gaur, þetta er þvílíku fólið, þannig að það er ekkert, þú veist, einhver sem segir mann að þetta sé bara næsta Hollywood-stærða með myndina sem hann leiki. Hann er mjög flottur, þykkt og mikið hár og... Já, ekki það að menn þurfa að vera með þykkt og mikið hár til að vera flotti, sko, en svo er hann líka hérna með sérðu, bringuðurinn, hann er nættan Bomb Joey í gangi hérna. Já, hann er sjúklega flottur. Já, þannig að Halla Vilhjálms, hún er ástfangin núna, býr í London og er að bæði að koma sér áfram sem leikkona og módel, sem er alltaf áhugavert. Hún er náttúrulega, og svo er náttúrulega má ekki taka, hún er ofsalega hugguleg sjálf. Já. Hún er voða sæt og svona skvísuleg. Já. Og ég mannst ekki þegar, var hún ekki eitthvað með Jude Law þegar hann kom hingað til Íslands? Jó, hún var einhver orðuð við hann. Já, er hún svona... Er hún hvað, Sverrir? Verður hún fljótt ástfangin af... Þekktum einstaklingum? Já, frekar en óþekktum, sko. Já, náttúrulega þessi kærastinn hennar, sko, þessi Duncan, hann er náttúrulega ekkert orðinett frægur, sko. Nei, hann er reynda lítur út fyrir að vera búin að vera frægur í 10 ár, hann má eiga það. Já, við getum þetta er svona svolítið... eins og hún sé að reyna að teipa rétt svona. Já, það er enda rákvæmt spóndið þar, þannig að hún sé svona búin að krækja í hann áður en að verða the shit. Já, tekur sénsinn á því, sko. Já, en það er ekki bara alltaf fallegt ef að Halla og aðrir eru ástfangnir. Ég væri til að heyri í Höllu. Já, það er ýmislegt sem ég langar að spyrja hana. Já, ég skal grafa upp númer, hringi með hann næsta þriðjudag. Já, eða bara hringi hann á eftir, við verðum hérna alveg til 6. Ætlum sem að gemsa. Já, tjekkum á því, hvernig... Spurja hann út í hann að fóla og svona. Já, reynum allavega að ná í hann á eftir. Já, herru, ég væri til, já, hún er líka hress og svona, sko. Já, þið voru að leika saman, þegar ekki? Já, aðeins. Hún var alltaf eitthvað að reyna hans við þig, þegar ekki? Já, þú þekkir þetta, þú veist hvernig þetta er. Pirrandi, þú átti barn og konu og... Já, þetta var mjög erfitt á tímbili. Já, en hún er hætti í dag, þegar ekki? Já. Svona að mestu leyti. Jú. Herru, fáum auglýsingar, svo heyrum við ömmu og ætlum bara að reyna að hringja Höllu líka. Já. Febrúar er fjölskyldumánuður á American Style. Það voru engri bara fríst í febrúar. American Style. Við veltum því stundum fyrir okkur hvort viðskiptavinnur okkar séu bara almennt hamingjusamari en aðrir. Maður spyr sig. Atlandsolía. Frábærir í veisluna, fundin eða bara hvað sem er. Pítan, sími 562 9090. Pítan, alltaf fersk. Nú býður aktutaktu upp á gómsett grillað bagett og kók á aðeins 399 krónur. Já, ég sagði 399 krónur. Aktutaktu, Hraðpenningar.is. Lifðu núna. Takeaway
Jóltilboð Castello. Stór pizza með 2 áleikjum á 1890. Castello, ekta eldbakaðar pizzur. Sena kynnir PlayStation Vita. Nú heimurinn þitt leiksvæði og allir spila með. Engar málamiðlanir, alvöru spilun. PlayStation Vita lendir 22. febrúar. Sena. Fyrsti vinningur gæti orðið 150 milljónir króna. Skattfrjáls. Víkingalottó. Alltaf á miðvikudögum. Fáðu meira fjör í tilveruna. Eplapittar gefa þér geggjalan kraft. Epli, Laugavegi 182 og Smáralind. FM 95 Blö í boði. Nýtt hjá Kredja. Nú getur þú fengið lán í 15 eða 30 daga. Kredja, láttu það. Feel so close. Við erum að hlusta hérna á FM 95 Blö á FM 957 og Sveppi með okkur til 6 í dag. En það styttist líka í að við Sveppi gefum hérna PlayStation Vita tölvuna. Já. Það eru margir búin að skrá sig inn á FM 957 heimasíðinu og við, lesum upp sigurvegarann hér rétt á eftir, eða hringjum í hann. Og þetta ekki smá græja, þetta tölva sem kemur í alla verslanir á morgun. Og þarna getur actually bara verið með PlayStation tölvuna hennar bara á ferðalögum. Þetta ekki lengur svona Donkey Kong spil, manstu eftir því? Það var bara svona tölvuspil ánum í gamla daga. Já, þegar maður satt beltislaus í Volvonum hjá mömmu og pappa og allir mökkandi brjálað og maður sem var í Donkey Kong aftur í. Já, með þvílíkan hausverk á ferðalagi. En núna þetta bara allir í belti, engin reykir og þú ert bara í PlayStation aftur í, PlayStation Vita. Já, við lesum upp sigurvegarann hér á eftir við Sveppi. Eru margir búin að skrá sig það? Já, það eru mörg hundruð manns búin að skrá sig það til. Spennandi. Það er gaman, en ég og Björn Bragi, við vorum að ræða hérna í gær svona eitthvað vandræðaleg moment, hvað væri svona vandræðasta sem að lendi í, og ég sagði honum með mitt sögu Sveppi sem að þú nú heyrt. Já. Það var þegar ég fór í skólan í Tulsa í Oklahoma. Alveg rétt, já. Í Playboy joggingalánum mínum. Já, sem amma henn keypti. Amma og afi keypti á Kanaríum og ég var rekinn heim af því að Playboy í Suðurríkjunum í Bandaríkjunum þykir nú bara klám og móðir mín var látin sækja mig. En ég hef aldrei spurt ömmu mína út í þetta. Bara af hverju hún var að gefa mig Playboy galla og hvaðan hann kom og svona. Þannig að við Sveppi ákveðum að hringja í dag í ömmu og spyrja hann út í hennan galla. Og hann kom að gefa mömmu henni frí? Já, mamma fekk smá frí núna, greið. Já, við hringjum henni þetta viku. Já, þá allt til að tjekka hvernig staðan er á því öllu saman. Já. Hún búin að vera að deyta og eitthvað. En við skulum heyra að þú hringdi mig ömmu í dag. Tjekkum að því. Já, það verður gaman að heyra hvað hún Amma Dæja hefur að segja þetta mál. Amma Dæja, maður segir Dæjama. Dæ. Halló. Dæjama. Já. Hæ, þetta er Rauti. Hæ, hvað segir þetta? Mér segir allt því. Eða ekki, hann segir þetta með mér hann Sveppi. Hæ. Hæ. Við ætlum svona aðeins að, nú þarf ég að hlera þeim eitt, Amma. Nú. Já, og þetta er búið að sitja í mér í smá tíma og við höfum aldrei rætt þetta. Nú, hvað er það? Mörg ár. Já, ég sagði þess að sögu fyrst í 70 mínútum fyrir einhverjum 10 árin síðan og svo rifjaðast hún upp í gær. Nú? Já, manstu einu sinni þegar ég bjó í Oklahoma. Já. Með og ég fór í skólan. Tulsa? Já, í Tulsa. Já. Og ég fór í skólan í að ég hélt kaninu joggingalanum mínum. Sem að var Playboy joggingali. Manstu þetta því? Ekki augnablikinu. Nei, ok, ég sem sagt mamma... Þetta var kaninu... Já, þú gafst honum því að við gáum honum svona kaninu joggingalla. Playboy galla. Já, ok, haltu áfram. Já, ég fór í honum í skólan í Bandaríkjunum og mamma þurfti að koma að sækja mig. Af hverju? Af því að kanin var alveg brjálar þegar þetta var Playboy og vildi meina þetta væri pornography. Kanina? Já, ég þurfti að halda svona fyrir áður að kennarinn kom. Ég skammaðist mér svo, en svo sá kennarinn að ég var að fela eitthvað. Þannig ég fór til skólastjórans og hann var brjálaður og lét mömmu að heyra og mamma kom og sótti mig. En það sem ég mundi var að þú og afi gáfu mér hennar joggingalla. Í alvöru? Já, hennar Playboy-galla. Og hvað er í fjandunum kistu við hann? Já, það er kannski eitthvað sem að þú ættir að segja okkur núna. Hann var keyptur á Kanaríeyjum, veit ég. Þegar þið fóru til Kanaríeyjum einhvern mann. Já. Og komið með þá heim og þá gáðuðu mér og Inga Svein og Villa öllum svona galla. Já, ég man bara ekki dekkur þessu. Nei. Þú þekki Playboy kanínuna? Já. sem að Hugh Hefner
Jú. Sem að... Já, við ætluðum að reyna að komast til bossi því við Sveppi í dag. Hvar á Kanaríum þið keiftuð eiginlega, barna joggingalla með Playboy-merkingum? Ég get bara ímynda mér það. Nei. Þetta hefur verið á einhverju markaði. Þetta hefur verið á einhverju markaði. Það hlýtur að vera. En þið hafið ekkert farið? Ég man ekkert eftir þessu. Nei. Þetta kannski tímabil sem í algjöru blackouti hjá þér. En þið voru ekkert að kaupa hana galla, þið fóruð aldrei á The Mansion hjá Hugh Hefner? Nei. Þetta hefur verið keipt bara í eitthvað svona bás á Kanaríum. Ef það hefur verið, þá hefur það verið á einhverju markaði, ég man ekkert eftir þessu. Nei. Ég get ekki ímynda mér okkur hefur bótt í huga að kaupa þetta þessu. Ég fór svo í þessu skólan. Jésús minn. Það var allt vitlaust. Mamma að koma að sækja múið eitthvað. Já. Sagan er góð, sko. Já. Þannig að við komumst ekki til botts í þessu núna í dag. Nei, það er í hrættum ekki. Ætli að við hefum ekki keift þetta bara eitthvað starf. Það er ekki líklega ramma. Ég veit það ekki, ég var nú oftast nær einhver stað með honum, sko. Já, reyndar. En ertu ekki þess annars? Jú. Við vorum komið inn á göngu. Já, voru út að ganga? Já. Það er bara hérna eitt hring í hverfinu. Já, ok, og afi með þér? Já, ég nenni ekki út einn. Nei, það er fínt að hafa kallinn með. Hvað áttu heima? Hvar býrðu? Hvar ertu til... Vestabryggjunni. Já. Við Bryggjukörunni, sko, í sann. Já, það er fínt að lappa hérna. Já, en er saltkjöt og baunir í kvöld? Ég er búin að elda þér og búin að borða. Nú, ok, búin að fá saltkjöt og baunir. Já, það er í hátteginu. Já, fínt að klára þetta. Já. En hvað er þá í kvöld? Hvað er þá í kvöld? Bara afgangur. Já, það er bara borðað yfir allan daginn. Já. Sprengja sásu. En herru, já, maður þá ætla ég ekki að vera truflaði með það. Ég ætla að reyna að komast til bossi í þessu. En varstu búin að heyra að hún fór á date? Og dóttir mín? Já. Já, einhvern ávinning heyrði ég að því, en ég veit ekkert meir. En þú ert ekki sérst búin að hitta drauma tengdasoninn? Mamma, við heyrðum í mömmu daginn, hún viðurkenndi þetta fyrir okkur. Já, ég gerði það. Já, hún vildi samt lítið ræða þetta. Já, kannski ekkert skrítið svona í útvarpinu. Já, ég segi það nú. Þú eru útvarpaðis út allt. Nei. Við verðum að gefa henni smá privacy með þetta bara. Já. Hún upplýsir þetta ef hún kæri sig annars er þetta bara svona. Nákvæmlega. En alltaf gaman að heyri þér að við verðum í bandi. Ok. Beð með heilsa. Já, sömuleiðis. Beð heilsa afa. Ok, bye. Herri, já, þetta var hún, Dæja Má, hún myndi nú bara ekkert eftir að hafa keypt hennar galla. Nei. Því miður. Amma henni hress. Amma er algjörst. Hvað er hún gömul? Afi líka. Ég er ekki setja mig alveg þetta á punktinn, Sverrir. Nei, menn hún er plus 60 eða? Já, hún er svona, hún er 70. Nú, ok, hún er alveg það. Hljómaði og svo ungleg, sko. Já, hún líka lítur vel út, sko. Hún er hrikalega hress. Já, amma mín og afi eru bæðið dáinn. Æ, leðilt, það er á samrækjastu með það. Já, takk. Hvað er það langt síðan, eða? Nei, bara í morgun. Æ, hættu þessu, Sveppi. Það er svona ógæslega, maður. Þau eru löngu dáin. Já, hvað er langt síðan? Það veit ég ekki, 10 ári, 8 ári. Ok. Þannig að, herru, vá, hvað er þetta að gera? Herru, jæja, það er svona að sitja með þessu manni stundum, Sverrir Þór Sverrisson. Amma, alltaf gaman að heyri þér. Já, styttist í að við heyrum í Höllu Vilhjálms, við ætlum að spyrja hana út í nýja kærastan hennar. Ertu komið með númer? Ég er komið með númeri. Oh yeah! Hún er stödd út í London, ætlum að spyrja hana út í hennan fóla sem hún að kissa í The Guardian. Svo ætlum við að hringja til Bandaríkjanna, bæði í Apple og í nokkur hótel, þannig að það er mikið fjör hérna framöndan hjá okkur. En nú er þess að komið að lagi sem að ég fíla í tætlur, en ég þóra að veðja aðlegun á að Sverrir Þór Sverrisson á eftir að hata. Þetta er Mirror með Lil Wayne og Bruno Mars. Þetta er flott, geðu þessu smá sjans hérna, drengur. Herru? Æ, þetta ekki. Jó, ég er ekki skotin í öllu lögunum hérna, en þetta veist mér flott. Ok. I see nobody by your side, but I'm with you when you're all alone, and you correct me when I'm... Þetta var þetta ekki. Ég sverða samt, mér finnst þetta mjög flott lag, sko. Já, ég meina, veist. Þetta er ekki lag, þetta er bara einhvern kall að tala bara I am in the mirror. MJ tell me that. Hann er svona rólegur og... Walking down the stairs.
Oh my god. What's downstairs? Bara eitthvað. Já, þetta er hressandi. Er þetta Bruno Mars? Já, Bruno Mars. Ég kalla hann alltaf. Hvað? Brúni rassinn. Já, skemmtilegt. Ríkala skemmtilegt og hressandi. Herðu, þetta voru Bruno Mars og Lil Wayne með... Já, þetta var brúni rassinn. Með lagið Mirror og það er kannski eitthvað lag sem við ættum með íslenska sveppið. Þú getur komið feskur að inn bara það er svona dagur í dag. Þú myndi fá kannski Svessa Bergmann til að koma inn í, þú veist. Það er svona í dag. Sólinn skein, ég heyrði vein. Michael Jackson kendi mig það. En herðu, það er hins vegar komið að því að ringja í sigurvegarann í PlayStation Vita leiknum okkar. Það er hellingur að liðið þarna úti búin að skrá sig til leiks á fm957.is síðunni. Já. Og ég er búin að draga þetta nú sigurvera. Og ég var að prófa að ringja hann. Já. Áður ég segi nafni, prófa að ringja bara fyrst. Það sé að hlusta. Kannski spenntur strákurinn, herðu. Þetta er PlayStation Vita sem hann er að fá hérna og síminn hjá honum er 848. Og svo kemur 99. Svona, prófum þetta. Hvað er hann gamall? Það stendur ekki. Hvers kyns er hann? Þetta er kallmaður með partí. Þetta er strákur. Partí-hringing. Hann heitir Sigurður Eyberg Guðlaugsson. Það sé hann er ekki að svara. Það er eitthvað skildi eftir mailirna líka. Nei, veljum bara einhvern annan. Nei, það er ekki ljótt. Þetta er svo flottu vinningur. Nei, skemmtilegt. Siggi er ekki að svara. Halló? Þú er komin í samband við... Tölum minn að tala við. 8, 4, 8, Sigurður Eyberg Guðlaugsson. 8, 7. Lestu þinn skilabóð eftir hljóðmerkið. Er það Siggi Sífulli? Siggi Sífulli, komdu sæll og blessaður. Þetta er Sveppi Krull hérna á FM 957 ásamt Auðunni Blöndal. Gaman að heyri þér hérna Sigurður Eyberg Guðlaugsson og nú geta drullast til þess að svara í síman. Við erum í beinni útsendingu og það er eiginlega ekkert leðilegri en útvarpið þegar síminn hringir út. Já. Þakka ég kjallaði fyrir það. Já. Hvað ertu með síma? Þú veist, ef þú svarar ekki í hann. Já, taktu nú síman úr raskatunar og reynda að svara næstur þú hringir mig. En þú ert allavega búin að vinna þennin PlayStation Vita tölvu í FM 95 blöð. Við þakka ég kjallaði fyrir að hafa tekið þátt í þessum skemmtilega leik. Já. Og já, þetta er vinningur upp á 60 skall og já, svo voru að gefa þér líka Dominos pizzu því að það er megavika. Ó já, kallið mín aldrei gleyma því. Já, þannig að hérna Siggi, þú bara kemur upp í 365 upp í Skaftalíð og sækir vinningin. Já. Við ætlum ekki að ringja þig aftur, þannig að ef þú hlustar ekki að tala við þetta þá verður þessi tölva bara upp í móttöku bara sem eftir er. Já. Já, Siggi er út að skýta, hann var að vinna Vita. Já, má nú hafa það gott og hafa það sem allra best later. Herrum, þá erum við búin að gefa Nintendo PlayStation Vita og pizzu. Við ætlum að fara núna í auglýsingar. Það er það megavika Dominos maður. Já, svo ætlum við að heyra í Höllu Vilhjáms og eitthvað. Pizzu sneiða bara. Herðu, já, reynda góða punktur í það. Var ég ekki að tala um ég ætla að sprengja maður pizzu? Og það fáðum við saltkjötspítsuna. Já, saltkjötspítsuna og megavökunni. Herru, fáum auglýsingar og svo ringjum við bæði til útlanda og ætlum að heyra í Höllu Vilhjáms og fleira. Morgun þátturinn Magasín. Virkamótna klukkan 7. Öll dagar sem brinjar á. Já. Að bifilega verið. Þau eru með olju. Þau eru allir út aðdæri olju. Þú veist að vinna iPhone 4S, ferð fyrir 2 til Flórida, allt innifælið, flug, gisting, matur og bara, veit ég hvað. Nei, þú veist að vinna þetta. Ég get þetta ekki, þetta er símarekkur. Þetta er bara smá... Og þetta var að fyndið? Já, þetta er bara létt spaug. Létt spaug? Alla virkamótna á FM 957. Dílar.is. Nýr hópkaupsvefur fyrir þá sem vilja meira fjör. Nú bjóðum við okkar frábæru pítur sem smárétti fyrir öll stór og smá tilefni. Pítan, sími 562... Allur þessi ávinningur er í einum orkulykli. Svo mikill ávinningur, svo lítill lykill. Ka-ching! Orkan. Takeaway tilboð Castello. Stór pizza með 2 áleikjum á 1890. Castello. Ekta eldbakaðar pítsur. PlayStation Vita. Engar málamiðlanir. Alvöru spilun. PlayStation Vita lendir 22. febrúar. Þrena. Saltkjöt og baunir, túkall. Nú bjóðum við upp á saltkjöt og baunir á aðeins 2 krónur. Sprengklægilegt verð.
Aðeins í dag. IKEA. Vissir þú að áskriftin alltaf ódýrust inn á stöð2.is og þú ert alltaf númer 1 í röðinni. Smelltu þér núna inn á stöð2.is. Hérna í FM 95 Blö, reyngilega flott lag sem heitir Princess of China og já, það einhvern veginn svona, það ekki pínu gefið ef að Coldplay og Rihanna komið saman að það verði hittari, Sveppi. Já, það alveg sama hvað þau hefur gert, sko. Já, það svona. Sumir eru bara með þetta, en við vorum að ræða hérna fyrir þættunum að hún Halla Vilhjálms, hún var í einhverjum sleik við kærastan sinn og það kom inn að The Guardian. Já, það var hérna frægur ljósmyndi sem var að taka mynd af henni og já, ég kom inn að með númerið hennar, sko. Ég ætla að hringja henni hérna. Þetta ljósmyndari sem heitir Andy Barter, hann var að taka mynd svona af pörum kissast, sko. Og þar á meðal af henni Höllu Vilhjálms og hinnum unga og upprennandi leikara Duncan Myers, eða Myers. Ok, kannski finnst mér þetta nú bara fyndið að hann heiti Myers. En það nú aukaðrið, hann nú búinn að gera ýmislegt gáfulegt í gegnum tíðinni, svo að leika í X-Men og Captain America og lækkaði í þessari ógillu tónli sem undir. Þetta ekki fengið bara þögn. Og svo? Við erum hérna. Halló? 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 Nei. Tæknin eitthvað aðeins að stríða mér hérna, Sverri. Þú voru að halda áfram útskýra hverju þetta er. Þetta hringi hana. Já. Hún er náttúrulega ellendis. Já, ég veit að. Ég er að reyna hérna að ná þessu inn. Þú hringja til útlandis. Má sjá. Tala eins. Tala. Nú, Halla Vilhjálms hefur gert garðinn frægan í hennum ýmsu leikritum á Íslandi. Nú, hún lék á móti Þorvaldi Davíð í söngleiknum Footloose og gerði það með stakri prýði. Nú, þetta. Hann er búinn að leika í fullt af auglýsingum og allt. Þessi gaur, já, hann vist alveg með þetta, sko. Hann er svolítið frægur. Sko, núna, þetta, maður sjá. Halló? Halla? Já. Þetta er Öddi hérna. Halla? Þetta þú sem þetta hringdi í fólk og anda í síman? Nei, það var eitthvað klikk hérna í kerfinu, en já, það hefur væntanlega verið ég, því ég skellt á eitthvað aðan. Hvað segir Halla? Þetta er Sveppi hérna? Sveppi? Þú ert í beinni útsendingu hérna í FM 95 Blö. Hvað segir það? Allt fínt, en þið? Ljóðið gott. Við erum hressir hérna, strákarnir, sko. Nei, ekki? Jó, Hvað er hressari? Þú þekkir mig nú, ég er alltaf hressari en þetta er undir, sko. Já, ætli Sveppi sé ekki aðeins hressari en ég. Ég er alveg bara, hvað segir kettlingin, maður? Ég veit gaman að heyra í gömlu, maður. Halla fucking Vilhjálms komin á línuna, maður. Hvað segir þú, sæta? Allt fínt, en þú? Ég veit langt síðan ég heiti þér, maður. Ertu komin í falsettinu, bara? Nú er ég komin í stöðið, maður. Þú varst í slúðurpakka hjá okkur áðan, Halla, vissir það? Æ, hvað slúðurpakki var það? Kannski það að Halla kissi kærastan í The Guardian. Já, þetta tala DFF. Já, við vorum að fjalla þetta, sko. Það er mjög sérstakt. Ég vissi ekki að þú væri komin að fast með svona huggulegu manni. Nei, ótrúlegt. Mikið óbóðslega er þetta fallegu maður. Hvað kynnist þessu kveikindi? Hann er náttúrulega aðeins og að segja hvernig við kynntum. Já. Heit mig. Við kynntum þannig að ég var í partí heima hjá honum. Er endalaust partí? Já, ok. Það er endalaust partí. Ég var í partí heima hjá honum, hálf 20 aðeins og ég er að spjalla við hann inn í eldhúsi og svo bara líður yfir mig. Nú í alveg neða? Þú lígur þessu? Já, og bara, nei, ég tók nóstæf beint í gólfið og leit út eins og fílamaðurinn í alveg allar 2 vikur. En hvað okkur er leið yfir? Hann er ekki það fallegur, fjandinn hafa það? Hann er það fallegur, ég er að segja það. Varstu búin að borða illa eitthvað? Eða varstu kannski búin að þrýsta niður aðeins svo mikið að köldum? Kallast þetta ekki bara að drepast áfengistöðum? Nei. Nei, mitt, það leiði við, ok. Já, og bara þannig... Og byrju, já, og þannig kynnist þið? Já, þannig kynnist við, en sko... Ég veit ekki hvernig ég var að segja ykkur þetta. Þú ert að ljúga því að það hafi liðið yfir því í partí heima hjá mér, ég trú. Ég er ekkert að ljúga.
Þetta gerðist, það gerðist. Og þegar ég vaknaði á rotinu, ég vaknaði á rotinu og... Æ, menn eru hægt að láta eins og líf þitt þarna út í London, sé bara einhver Sandra Bullock mynd, vaknaður úr rotinu og hvað, var hann bara við rummið það, eða? Á rotinu, nei, ég vaknaði á rotinu og segi við hann, baby, nobody will ever fall for you like I did. Og það hefur virkað? Það virkaði. Ég veist að, ég má kaupa kvikmyndaréttina þessari kynningu. Þú mátt kaupa kvikmyndaréttina þessari kynningu, En okkur leiði yfir þið, Halla? Getur þú sagt okkur það? Það bara gerist sterkur yfir svona. Já, ég skilði, ok. En við erum eins og búin að vera hætt saman í 9 mánuði. Eru þið? Já. Ok, eru þið ekki saman núna, eða? Nei, við erum vinn. Nú, hvað er DFF með allt upp á bak? Það er það nefnilega. En hvenær var þessi mynd tekin af ykkur kissast hérna? Við erum vinir og við vinnum saman, skilur við. En við vorum saman í heilt ár. Þannig að DFF er kannski seinna fréttnir, en þið eru ennþá seinni, og hvað segir það? Já, sko, við erum bara að heyra í vinkun okkar. Við viljum bara fá sannleikan. Munurinn á okkur og DFF er að fólk er að heyra sannleikan í okkar þættin, ekki á DFF. Já, kannski. Þegar við gerum research. En hvað hérna... En okkur er það hægt saman, hvað kom upp á? Nei... Var ykkur önnur sem dættur í framann hann? Já, það rundu þarna í hrönnum. Það líður yfir alltaf. En hann er rosa huggulur. Hann er yndislegur, hann er frábært strákur. Hvað er hann Breti eða? Hann er Breti, já. Hvað lék hann í hérna... Í X-Men til dæmis. Hvað lék hann þar? Ég veit ekki sem búin að sjá það. En í Dark Knight, hann lék þar eitthvað? Batman, Dark Knight Rises? Nei, Dark Knight... Þú ert ekkert að kynna þér eitthvað svona hvað hann hefur gert? Nei, ég veit hann í Kuala Lumpur núna. Er hann í Kuala... Sáu við með þetta maður? Hvað er hann að gera þar? Hann er örgulega að hjálpa hungurum börnum með eitthvað. Það er eitthvað svoleiðis viðbjóður. Maður segir, þú veist ekki það sé viðbjóður en bara svona til að sína manni hvað maður er sjálfur mikill aumingi, meinti ég, sko. Þannig að það var ekki að meita mála. Já, það var ekkert mikill að sína það. Nei, ég veit reyndar allt það. En veistu, sem betur fer eiginlega hættur með honum. Veistu hvað mamma svo var að gera? Já, ég veit allt það, hún er frábær. Hún satt fyrir í Playboy til dæmis. Já, hvað með það? Hún var Playboy kanína, sko. Hún var Playboy kanína, maður. Já. Það er samt alveg ógæsla töff að eiga tengdamömmu sem er Playboy kanína, maður. Já, það er ekkert að því. Já, hún er mjög skrautlegur karakter og súkona. En hvað er fyrirhandi kærastinn að gera í Kuala Lumpur, Halla Viljáns? Ég held hann sé bara að slaka á, sko. Hann kemur aftur helgina. Living the dream, man. Wow. Ok, þannig að Halla og Duncan eru hætt saman? Já, fyrir 9 mánuði. Fyrir 9 mánuði síðan, ok. Já, við erum rosa góða vinnir. Já, rosa góða vinnir, ok. Og engin nýr í spilinu en eitt svoleiðis? Nei, ekki í dag. Ekki neitt, ertu bara single og ready to mingle þannig út í London? Já, ekki það ekki. Það er bara gæst engin tími til, sko. Nei. Það er mjög... Ég meina, allt liðið sem maður hittir eru bara kallfyrirsætur og eitthvað svona. Þetta er voða gott svar, eitthvað svona. Eitthvað, já, er þetta ekki að hitta neitt nýja? Nei, það gefst engin tími til. Maður er bara að taka þetta. Hvað er þetta ekki? Nei, það gefst engin tími það, maður. En Halla... Með útast á tvisar í vikunum. Já. Þú veist að Audd er á lausu. Já, ferskir. Audd er á lausu. Já. Í alvörunni? Þið gætu orðið heitasta par Íslandssögunar. Já. Þú... Halla Vilhjáms og Auðun Blöndal ruggla saman reytum. Það er eitt sem að maður gerir, sko, ég gæti aldrei verið eftirrétturinn og eftir Duncan Mæs. Það er bara, veist, það er áhugið 0, sko. Það er bara einhvern veginn svona... Það er ekki margir sem gæti það. Nei, ég myndi ekki vilja vera á þess, tala ekki að þeir eru það góði vinir, þeir eru ennþá að kissast í einhverju myndatökum eitthvað svona og þú myndi vera að fara að segja mér, ég er að fara að hitta Duncan, ég myndi bara segja að þegja. Það er ekki sjens. Það er ekki neina helvits myndatökum með Duncan Mæs, maður. Þú myndi taka fyrir það. Já, þannig að það myndi ekki ganga. Það þurfa að vera liðin nokkur ár eða hann fluttur til Kuala Lumpur eða eitthvað. En hvað, er það að leika hvað úti? Hvað er að frétta þér? Jú, bara það er æðislega fínt og rosa mikið að gera. Ok, hvað er svona næsta verkefni? Ég veit ekki hvað ég get mikið talað það. Nó, er þetta alltaf eitthvað svona lindó? Ég veit, svo sem ekki, já, ég veit... Svona sitt lítið af hverju. Það er bara svona sitt, út alltaf að segja það bara. Já, svona sitt lítið af hverju.
Já, svona þessi hverju. Já, ok. Þá vitum við það, kæru hlustendur, þið heyrðu það fyrst hér í F9 fyrir blöð að Halla Vilhjálms og þessi gullfallegi maður, þau eru ekki lengur saman en eru hins vegar góðu vinir og hættu saman fyrir 9 mánuðum síðan. Já. Halla, hrikalega gaman að heyri þér og við óskuðum bara allsins besta þarna út í London. Bara takk og sömuleiðis. Hafa það gott, Hafa það gott. Ég líka, elskurnar. Ok, bye. Bye. Herri, já, þetta var hún Halla Vilhjálms og, já, Sveppi, þau eru bara hætt saman. Heyrðu, það kemur ýmislegt í ljós þegar maður rífur upp síman, sko. Já, sem betur fyrir hringdu við hana, því að, sko, DFF með allt niður þessi, sko. Við hefðum getað talað eitthvað rugl bara, veist, út í eitt og sannleikurinn ekki sannur og það hefði ekkert verið í fyrsta sinn sem við tölum einhverja vitleysu út í eitt. Nei, reyndar ekki, þess vegna erum við að venja okkur á að reyna að hringja fólk. Já, afla svona upplýsinga. En hérna kemur lag, Sveppi, þú getur nú fílað þetta er Marcus Foster og, já, ég hugsa að þetta lag er vel við svona rétt eftir að Halla hætti með Duncan. Hún var örugglega broken. Marcus Foster sem syngur I Was Broken og þetta er eitthvað svo sannfærandi að það er eitthvað sem segir manni að hann sé ekki að ljúga neinu þarna þessi söngvari. Foster, þetta er alltaf svona þeir sem syngjur sannleikan maður. Já, Marcus Foster. Halla Vilhjálms hress hérna það styttist í að við Sveppir hingjum til Bandaríkjana eins og diggir hlustendur okkar vita þá hefur Sveppi mikinn áhuga að vinna í Kína í Apple-umbúðin í Kína búið til iPad-a bera ofan í koju og það voru að koma nýja fréttir að það ætti að bæta aðstöðuna þar og við ætlum að prófa að ringja ekki í fyrsta sinn og ekki í síðasta sinn í Apple í New York hérna eftir það er alltaf hressandi og reyna að fá vinnu fyrir Sveppin í Kína. Ég væri svo til í það Þú væri flottur þar. Já, ég væri mjög til í það. En í dag er sprengidagur og á morgun er öskudagur. Það er rétt. Já, en þó, ef ég man rétt Sverrir, þá er öskudagur einn af þeim dögum á árinu sem að fer hvað mest í töðunum þeirrið? Nei, ég myndi það bara leðilegu dagur. Akkur, ég skil það samt ekki, því þetta er skemmtilegt sko fyrir börnin og nú ertu 3 barna faðir. Já, það er þess vegna sem að mér finnst þetta svo leðilegt sko. Já, ok, ertu að tala núna sem pappin Sverrir Þór en ekki sem fýblið Sveppi Grull? Hárrétt hjá þér. Ok, akkur er þetta leðilegt, það útskýrir fyrir mér. Þegar ég var ungur, þá fór ég í svarta ruslapoka og málaði hárið á mig blátt, skilurðu, og fór niður í bæ og var að hengja öskupakka á fólk. Já, það var svona gamla góða. Já, og þá var ég man þess eftir því, Já, niður á Lækjagötu, niður í Lækjatorgi var bara verið að slá köttin úr tunnunni. Já, nammi í tunnunni. Núna er þetta bara eitthvað fólk, foreldra barna með fullan bíla börnum sem eru klædd í einhverja búninga sem eru ískaldir, keyrandi iðnaði hverfi að syngja bara í prentsmiðunni Odda og bifvélaverkstæði Óskars Jónassonar eða skilur, að sníkja nammi. Já. Endalaust. Þetta er dotti í svona nett Halloween-gýrin, sko. Já, þetta er að verða bara, ef við erum líkjumst ekki Ameríku, þá verða allir brjálæðir. En hvað, hefðurðu frekar nefnt því að fara heim til einu kvöld að sauma fullt af einhverjum öskupókum fyrir krakkan en til að hengja á? Kannski myndi það svona sameina fjölskylduna og fá foreldra til þess að gera eitthvað með krakkonum, sko, í staðin fyrir að fara bara beint upp í Toys R Us og kaupa strumpabúning eins og ég gerði. Nú varst það hver er strumpur? Bergþór. Er það strumpur á morgun? Já. Ok, en hvað er Þórdís kalla? Hún er einhver álfur, garðálfur eða eitthvað, ég veit ekki. Já, ok. Hún var flottu kjól og hárkoll og svona. Jæja. Það er alveg skemmtilegt, það vantar. Já, ég held að börnin er alveg gaman að ég að fara og syngja og fá nammi, sko. Já, ég veit það, en ef ég ætti búð á Laugaveginum, þá myndi ég vera bara með loka vegna breytinga á morgun, sko. Já, nenn að fá krakkan inn allan ég myndi bara segja, herðu, hérna, ef þið syngið ekki, þá skal ég gefa ykkur nammi. Já, maður myndi taka þann pakka bara. Allir krakka, þú reyndir að tala núna, Sveppi, bara eins og þú sést, sko, 60 og orðin illa þreyttur á lífinu, eins og myndir ekki nenn að fá nokkra krakka til að syngja fyrir þið. Jú, kannski nokkra. Móðulega fyrir þetta allt í taugarnar eitthvað. Kannski random eitthvað, en að vera bara með smekk fulla búða börnum að syngja og það er ekki eins og þetta sé einhver idolsöngur, sko. En það er bara að syngja allir krakkar, skilur, 1000 sinnum. En það eru líka miðar bara komnir í gluggan bara fyrir hádegi, bara allt nammi búið. Það sem er samt sorglegast á öskudaginn, það er þegar þú sérði eitthvað svona, þú sér fullt af krökkum, svo laumast inn svona, þú veist, jaða við að vera úllingar með. Og maður séstu, ég séstu sem að fara inn í búð að syngja og ég hugsa með mér, ertu ekki með bílpróf? Bara, hvað er þetta að gera? Það er að versta sem ég sé á öskudaginn. Nefnum þetta sé kannski svona rosalega hávaxinn krakki. Já, það er samt. Þú átt ekki að sjá einhvern með skegg að syngja fyrir nammi, sko. Nei. Það er bara hlýtur að vera regla. En það væri náttúrulega áhugavert að fara í búning og syngja. Já, ég er endar, sko, Pétur með mér á morgun. Ég var alveg til að klæða Pétur í ekkert búning og senda hann... Veist, eins og til dæmis hérna hjá ykkur á morgun. Ég skal lofa því að það verður stappaði krökkum hérna fyrir utan að syngja einhver rugglu að sníkja nammi hérna.
Já, en sko, sem barnastjarnasverir finnst mér að vera á hálum ís hérna með umræðunum hvaða fyrir töðunar að krakka sér að syngja á morgun. Nei, ég vil að öskudagurinn, ég vil endilega halda þessum degi hátíðlegum og... Já, þú veist það var eins og gamla þetta, allir í ruslapókum að hengja öskupóka. Ég vil að Reykjavíkurborg búi til einhverja dagskránir, það frí í skólum. Já, eftir hádegið ekki. Jú, eftir hádegi. Í Mosó allavega, þá má ekki gefa nammi fyrir 1:30. Já, það alls konar, svo að koma alls konar reglur í alls konar hverfum og þetta bara vesen. Reykjavíkurborg á að Jónknara og taka það í sína hendur. Ef að þú værir, já við erum náttúrulega krakkar í okkur, en ef að þú væri núna 10 ára Sveppi og væri að fara að syngja í búðum morgun, hvað væri draumabúningurinn þinn? Draumabúningurinn? Já, hvað myndir þú vilja vera á morgun á öskudaginn? Ef þú væri nú krakki. Ég er ekki einhver ofurhetja, Superman eða eitthvað. Já, Batman eða eitthvað svona. Já. Eitthvað basic. Ég var einu sinni He-Man sko, á öskudaginn. Nefn að ég er átt að maður bara fyrst núna hvað sá búningur var ódýr. Já. Veist, ég var í sko, þetta var svona eitthvað svona plastdrasl sem var sett utan á mig sem átt að vera eitthvað svona skikkja. Já. Og svona gríma sem brotnaði bara, já, ef einhver svona rakst í hann, þá brotnaði hann. Mæst ekki eftir þessum gríma, bara svona opið fyrir augun. Algjört drast. Hvítt inni. Það var He-Man búningur minn hérna þegar ég var krakki. Það er nefnilega breytið tíma núna, það eru komnið fínir búningar sko. Já, ég líka sko, ég er eins og ég ræddi þetta daginn, ég er mjög hrifinn á svona þemapartíum þar sem að menn koma í svona búningum og eitthvað svona. Jæja, þá veitir það, öskudagurinn fyrir töðun á Sveppa Krull, en við ætlum að fá hérna lagið Not Your Fault með Avil Nation. It's not your fault. Hey, it's not your fault. Hvað mynd? It's not your fault. Good hunting. Hárið. Rétt handa á hotnið, ætlum við Sveppi að ringja í Apple umboðið í Bandaríkjunum, ekki fyrsta sinn og ekki síðasta sinn, af því að Sveppi vill vinna í versmiðunni þeirra í Kína. Já, þeir skella alltaf á. Við skella alltaf á, en ætlum fyrst að fá auglýsingar og svo ringjum við í Apple. Börsfélag Íslands kynnir. Þá er loksins komið að því. Árleg skíðaferð FM 957 til Akureyrar verður farin helgina 3. til 4. mars. Nú endurtökum við enn einu sinni þessa ótrúlega vinsælu ferð FM 957 til Akureyrar. Við ætlum að fljúga norður laugardagsmorguninn 3. mars klukkan 10 og tilbaka aftur á sunnudeginum klukkan 19:40. Sem sagt, 2 heilir dagar í Hlíðarfjalli. Innifalið í þessari mögnuðu ferð er flug norður, gisting á gistiheimili Akureyrar, helgarpassi í Hlíðarfjalli, rútuferðir, léttur matur og brjálað Finnlandiapartí á Pósthúsbarnum. Allur þessi pakki er á aðeins 22,9. Alls ekki bíða. Skráðu þig strax hjá Hópatel Flugfélags Íslands í síma 570 30 75 milli 9 og 4. Það er mjög takmarkaður fjöldi sæta í boði. Athugið, það er 20 ára aldurstakmark í ferðinni. Enda brjálað Finnlandiapartí á Pósthúsbarnum. Hlökkum til að sjá þig. Flugfélag Íslands og FM 957. Hefurðu smakkað tuttan á Hlölla? Bara góður. Hlöllabátar ávallt ferskir. Happy Days á B5. Frábær happy hour verð á B5 milli 16 og 22 alla daga vikunar. Happy Days á B5. Dúndur tilboð. Gómsett grillað bagett og kók á aðeins 399 krónur. Aktu taktu. Beint í bílinn. Dílar.is í dag. Álímdar gerfineglur ásamt lími og pinna fyrir naglabönd frá Icelandic Beauty á aðeins 750 í stað 1600. Dílar.is. Nýr hópkaupsvefur fyrir þá sem vilja meira fjör. Á morgun býður Iceland Express fjölda flugsæta á frábæru tilboðsverði frá 11.900 til Köpen og frá 13.900 til Berlínar og Varsjár. Aðra leið með sköttum og öðrum greiðslum. Fylgstu með á icelandexpress.is. FM 95 Blö er í boði. Nýtt hjá Kredia. Nú getur þú fengið lán í 15 eða 30 daga. Kredia. Lakkeról slættir úr körulunum. FM 95 Blö. Alla virka daga frá 4 til 6 á FM 957.
Bright No Light, Florence and the Machine. Það svo komið að því að hringja í Apple umboði í Bandaríkjunum. Þetta eitthvað sem við Sveppi gerum reglulega hérna á þriðjudögum. Því að vinur okkar... Nei, herðu, hvað að gerast hérna? Hvað þetta? Það kom orðið annar lag hérna inn, ég skeitt aðeins á mig. Kemur fyrir bestu menn, en... Búin að læra á þetta líklega bara í 8 mánuði. 8 mánuði, hvað er það? 5 mánuði eða eitthvað? Herðu, já, þetta er eitthvað sem við erum búin að reyna á þriðjudögum að koma Sveppa inn. Það er endur ofta skellt á okkur sem er ekki alveg það sem við erum að leita. En kannski fáum við eitthvað tressa núna. Þetta er Apple umboðið hérna í Bandaríkjunum og ég ætla að hringja á okkar núna. Hvað ískur er þetta? Ég veit það ekki, alltaf í appaskítið á maður sjá. Það er svo gaman að sitja þarna bent á móti. Recorded for quality assurance. Buy your iPhone 4S today at the Apple Store. Okay. We'll help you choose the best carrier and rate plan. Then we'll get your iPhone up and running before you leave the store. Visit apple.com/retail/iPhone to learn more. I'm an automated system that can handle complete sentences. How can I help you today? iPad. Are you calling for support on an iPad you already own? Or are you calling about an iPad you may be interested in purchasing? I own the iPad. Please tell me if you want to schedule an appointment to come in and meet with a genius. Hegiðu maður, gef mér sambandi. Helviti skrifstofuna þarna, drengstöli. Sveppi wants a job in China. That's what we want. I can hear your voice, but it doesn't sound like you're talking to me. No. Do you need me to repeat what I just said? No. Don't repeat it. Sveppi wants a job in China. Read my lips. You hear me? It might be better if I get someone to handle that. Please hold while I transfer your call to a specialist. Thank you, thank you. Our specialists are busy handling other customer calls. Your call is important to us, so please hold the line, and an Apple representative will provide assistance. You are the next call to be answered. Okay, við erum næstir. Já. En heyrður í tölvunni. Já, þetta magna, sko. Hún bara, það eins og það ekki alveg skilið hvað ég átti við, eitthvað. Hún var alveg með þetta, sko. Hún ræðist það. Æ, herru, það bara funky music að það. Play that funky music, white boy. Það stemming í Apple-umbúðinu núna. Já, hvaða Apple-búð þetta? New York, Bandaríkjunum. 5th Avenue. Já. Aðalbúðin þeirra. Það er alltaf brjálega að gera það alltaf. Greinilega. Þannig hún sagði að við verðum næstir, ekki? Já, ætlað þú að tala eða? Vilt þú ekki bara negla og vilja vinnu? Já, ég að segja það. Ég er svo lillur í ensku, sko. Við tölum saman. Ok. Getur sagt ég sé handicap friend eða eitthvað. Bara handicap friend. You are the next call to be answered. Okay, nice, thank you. Give me that. Apple 5th Avenue. Apple 5th Avenue. Hello, my name is Arden Blundell, and I'm here with my handicapped friend Sveppi. Hello. 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 We were wondering, he really wants to work at Apple, my friend Sveppi. Apple in China. Apple in China. Oh, okay. Yeah, where isn't that where they make all the iPads and the iPhones and stuff in China? Yes. Yes. Yeah. Okay, because we saw pictures from a place where they make it, and Sveppi really wants to work there because it looks nice. Oh, it's pretty, actually. They just released a whole article on all the things that they offer for employees there. Yeah, okay, but... We also have an Apple store in China as well. Okay, my handicapped friend Sveppi, he saw the pictures, and they looked like they were all having fun. They were all in bungalows and with no shirts on and making iPads. It looked nice. Hold on. What should he do to get that? Leið og sér, þeir voru allir berir ofan í bongallófum. Það virtist hafa það gott. Hold on. Það var þetta orðið viðkvæmt. Hún lét samt bara eins og hún vissi ekkert að vera allt í rugliðan í Kína. Það sem þeir eru að gera þetta. Hello? Hello?
Nei, það er búið skella. Það er búið skella. Þetta var, þetta var Apple-hotnið hjá Auðvitað og Sveppa. Já, eitt lengsta Apple-símtalið okkar bara í langan tíma. Spjöllum við tölvuna, heilmikið alveg, yndislega alltaf á þriðjutum og yndislega starfsmann á Fifth Avenue í New York City. Þessi Apple-tölva er alveg hrikalega skemmtileg, en við hringjum bara aftur næstu viku, ekki? Og gerum það. Við ætlum að stilla ykkur stundum með frábæra lagi með Jay-Z and John Travolta. Nei, við ætlum að fá, þú varst aðan að biðja eitthvað Adele-lag. Já, eitthvað rólegt og fínt. En hvernig fílar þú að fá Adele-lag með Linkin Park? Með Linkin Park? Vinnirnir okkar. Linkin Park með Adele-lagi þarna, Rolling in the Deep. Já, hrikalega flott. Herru, klukkan er að detta í 6 sem þýðir að þessi þáttur, hún er fyrir að ljúka. Við erum búin að sitja hérna með okkur við Sveppi síðan 4 í dag, vonandi höfðu þið gaman að þetta var alltaf fljótt að líða, þannig að það þýðir að mér fannst gaman allavega. Mér fannst sjúklega gaman. Já. Hvað var þetta skemmtilegast? Skemmtilegast í dag, ég veit það ekki, mér finnst alltaf gaman að heyra í ömmu minni, sko, og svo fannst mér gaman að heyra í Apple-umbúðinu og Halla Vilhjálms og það var hellingur að gera hjá okkur. Ég veit að það sem ég fannst ekki skemmtilegast í dag var leiðilega viðtalið, mér fannst það ofsteikt, ég vissi ekki. Grafíski hönnuðurinn, hann kom að fjöllum. Já, hann vissi ekki neitt, en ég er með nýjasta séð og heyrt þetta Sveppi og það er eitt innan sem ég verði að benda að því þetta er akkurat það sem hann myndi fara, nú er ég ekki að setja neitt út á Jóns svörtum fötum. Hann stóð sér frábælega í Eurovision daginn og þau unnu og góður strákurinn Jónsi, en hann er hérna í viðtali og ég teki eftir fólk sem er í þessum viðtalum hvort sem á maka eða ekki. Já, svona yfirheyslan. Já, og fólk svarar alltaf, reyna að svara svona skemmtilega, sko. Og það kemur hérna spurning sem hefur verið í öllum viðtalum, það kemur hvaða frægu persónu myndur vilja eiga einna nættu gaman með, giftast og kynna fyrir mömmu. Og það hafa allir svara eins og Jóhannes Haukur, ég sá hann settin daginn eitthvað Scarlett Johansson, eitthvað bara svona eitthvað að djóka, það er ekki eins og kona en neglið diskum og glösum þegar þú kemur heim. Það er verið að spyrja svona í að því bara í svona ímyndaði heimi. En Jónsi svarar hérna, hvaða frægur persónu myndir vilja eiga einna nættu gaman með, giftast eða kynna fyrir mömmu. Þá kemur hann með, ég man ekki eftir neinni frægri persónu sem ég vildi sofa hjá eða giftast, en ég var alveg til að kynna mömmu fyrir Vilhjálmsinni bara til að hitta hann sjálfur og segja hann hvað hann er frábær söngvari. Þetta er eitt aflasta svar sem ég sé í svona dæmi. Ef ég heiti Jóns þá slæði hann utan. Ég ætla að láta hann heyra fyrir þetta. Segðu bara, skrifaði bara eitthvað. Já, þetta er bara svona ég er bara svo ég elska bara mína konu og þetta er engin önnur konu í hug. Nei, fyrir mér er ekki til önnur falleg kona og ég verði til að hitta Villa Vil, sem er dáin, by the way. Þannig sér ekki neina fallega konur fyrir konu sinni. Nei, svona er þetta. Herðu, við þökkum kærlega fyrir hlustununa í dag. Ég þarf því miður að enda þetta með auglýsingum. Skuldum ykkur auglýsingar, þannig að við endum ekki á neinu grjóthörðu lagi. Við verðum mættir þetta morgun klukkan 4, ég og Pétur Jóhann Sigfússon, það verður á öskudegi og ég ætla að reyna að henda Pétur í eitthvað búning og senda hann í búðir. Það verður virkilega skemmtilegt. Herðu, takk aðeins fyrir daginn, Sveppi. Sömuleiðis, Unnur. Er ekki komin tíma á eitt ferskan og góðan línubát? Finna kynnir PlayStation Vita.